Í staðinn fyrir að vinna hvert í sínu horni hafa nokkrir hönnuðir tekið saman höndum og búið sér til sameiginlegan vinnustað í Listagilinu á Akureyri. Þar hafa þau hvert sitt rými til að vinna sínum verkefnum en geta líka snúið saman bökum og tekið sér stærri og viðameiri verkefni og unnið þau í sameiningu. Við komum saman sem áramótin síðustu 5 sem voru svona einyrkjar hvert í sínu horni heima, töluðum okkur saman, fundum þetta húsnæði og ákvaðum að slá til hérna. Við byrjum hér í janúar, förum að rífa hér og hreinsa út, mála og rífa niður og byggja upp. Vorum hérna í 3 mánuði og 13. apríl, föstudaginn 13. apríl, þá opnuðum við hér með pomp og prakt og búin að vera hérna síðan. Og þetta eru svona hönnuðir, þetta er arkitektastofu, grafískir hönnuðir, teiknarar, skrifarar og svona allt mögulegt í raun og veru þeir sem eru hérna. Og þetta heldur betur viðeigandi staðsetning. Já, þetta passa fínt og gott að koma þessari starfsemi einmitt í húsnæðið. Þurfum fleiri af þessu tagi hérna. Og það er í Listagilinu? Og það er Listagilinu, einmitt nákvæmlega og hittir vel á líka því að nú er listasafnið að opna og gott að hérna gefa þessu smá svona púst allt saman. Hver eru kostinni við það að vera hérna saman að vinna heldur en að fá að vera í ró og næði heima hjá sér? Það eru ótvíræðir kostir. Það er ekki gott að vera einn heima hjá sér. Það er hérna, maður einangrast og maður þarf á félagsskap að halda. Þetta er félagsstarf að vera hönnuður. Maður þarf að fá feedback frá fólki, maður þarf að fá svona að geta sýnt í það sem maður er að gera og fengið jákvæð eða neikvæð viðhorf. Og svo er bara maður manns gaman að vera saman og svo náttúrulega það að við getum tekið á okkur stærri verkefni því að við erum að vinna að hönnun innan gæsalappa öllu sömun og höfum þann skilning á þessum sem til þarf þannig að við getum tekist þessi stærri verkefni og einbeitt okkur af þeim þegar því er að skipta eða þá að við erum að vinna hvert fyrir sig. Gilið vinnustofur er svona regnhlífa samtök yfir þetta allt saman en undir því eru síðan hvert og eitt fyrirtæki sem er ýmist sjálfstæðir einstaklingar eða eins og í einu tilfellinu 2 saman sem eru með fyrirtæki. Þannig að það að vera saman er bara hinu góða. Getum við talað að hér gerist hlutinir dálítið yfir kaffibollanum að sköpunum verði svolítið til þar yfir samtali? Nú verður það. Það eru mikla diskussjónir og miklar umræður og ræðuhöld og menn hafa skoðun á málunum og eiga að gera það. Við eigum að skipta okkur að hönnun almennt. Við eigum að skipta okkur að skipulagi bæjarins og hafa skoðun á hlutunum og ekki láta þetta svona bara dankast einhvern veginn. Það þarf að hafa skoðun á þessu. Það er skoðun hér í húsinu, það er alveg á hreinu. Þannig að þó þið séu að vinna eins og segir í svona mismunandi verkefnum þá getið þið samt hjálpa hvert öðru. Já, við gerum það alveg hikstalaust. Ef ég er að skissa eitthvað eða gera eitthvað þá kem ég með það niður. Við höldum smá fund og förum í gegnum þetta, kynnum þetta og höfum skoðun á þessu. Maður fer upp og breytir eða bætir í eða styrkist í trúnni. Þetta er bara þannig með samstarf allt saman. Það er svona gengur það fyrir sig. Hérna er líka til vinnustaður og vinnustaðamórat sem að hlýtur líka að bæta geðheilsuna. Hann er það. Þetta er mjög fínn mórall og hér er ekkert kynslóðabil. Ég er hér langelstur og svo eru fyrirvændi nemendum mínir margir hérna og þannig að þetta er bara þið besta mál allt saman. Hvað eru þið mörg hérna? Við erum 8 núna. Byrjuðum hérna 5 og síðan hefur verið að hlaðast í þetta og enn getum við bætt í aðeins. Það er pláss. Og þið gerið þetta húsnæði upp bara sjálf? Já, við gerum þetta upp sjálf. Við leigjum þetta húsnæði, tókum við því eins og það var, gerum þetta upp sjálf og gerum þetta því sem það er núna. Og þetta hentar okkur mjög vel að vera hérna og við erum á 2 hæðum og gott, stutt í bæinn og stutt í allar áttir og bara í besta mál. Mjög skapandi umhverfi, ef við getum talað það? Þetta er mjög skapandi umhverfi, þetta er það. Við erum svona í hringiðunni, við erum í bænum hérna og eins og ég segi, það er listasafni hérna og myndlistaskólinn og fleiri stofnanir hérna í kring sem gerir þetta ánægilegt, Rósenborg hérna upp frá þannig þetta er góð staður. Og tekur eftir breytingu hérna frá því opnið, nú erum við komið með þennan vegg hérna sem er fyrir aftan okkur, það sem þið eruð að sýna verkin ykkar. Já, það kom í ljós að þegar við vorum að hóa okkur saman og þá voru allir að dunda við eitthvað heima því að það er kannski ekki gaman að vera hann allan heila daginn, þannig að menn eru líka að dunda svona í bílskúrnum heima og faglega líka sjálfsögðu og þannig við tókum okkur saman og settum hér upp söluvegg og hérna er til sölu og verður áfram hérna hjá okkur, þannig við bætum í þetta og höldum áfram með þetta. Ég ætla að fá að rölda eins hérna og kíkja á verkin. Endilega, gjörðu svo vel. Brynhildur, segðu okkur aðeins frá þér svona sem hönnuði. Já, ég er textil- og fatahönnur og hef líka unnið sem búningahönnur heilmikið og
Já, ég er nýkomin hingað í Gili vinnustofur og það ógeðslega fínt að koma hingað. Vera í svona hóp með öðrum hönnum og arkitektum. Það er svona gott að eiga samtalið. Hvað ert að vinna hérna núna? Núna er ég að vinna í nýrri fatalínu sem ég er að vona ég geti komið í búðir svona, já, einhvern tíma núna fyrir jólin. Og ég er að nota innblástur í fléttur og skófir og steina hérna á Íslandi. Það er alltaf heillað mér rosalega mikið. Ég er svona jarðfræðinörd, þannig að þetta svona passar mig. Það lítur mjög vel út. Já, takk fyrir það. Ég ætla svona að vinna svona með viskósa og ull og blanda svona nokkrum efnum saman. Þannig sé ég það fyrir mér. Sigrún, hvað ert þú að vinna hérna núna? Heyrðu, ég er að vinna í glasamottum sem ég ætla að pröfa að leysaskera, sem eru svona hæðalínur. Og ég er raun og veru bara að vinna í munstrinu sjálfu. Hvernig myndir þú skilgreina þig sem hönnuð? Ég er grafískur hönnuður og vinn mikið í því. En svo er ég að pröfa mig aðeins áfram með vöruhönnun líka. En með leysiskura vel og er að hanna vörur og sker út. Þið eru dúó? Já, við erum dúó og erum búin að vera þar síðustu 7 mánuði. Byrjum að vinna saman í fyrra þegar við tókum að okkur grafíska hönnun fyrir Akureyrarvöku og Jónsmessuhátíð og annar Listasumari. Já, á vegum Akureyrarbæjar og ákvaðum svo að fara bara að vinna saman og skellti mig eitt fyrirtæki. Þið takið okkur þá alls konar grafísk verkefni eða hversu helstu verkefni hjá ykkur? Við höfum verið að vinna alls konar. Við höfum sett upp bækur, búið til logo, sett upp bæklinga, alls konar fána og ég veit ekki hvað húsamerkingar og gluggamerkingar. Síðan barnahátíðir og hátíðir og já, það er svona sitt lítið að hverju. Stundum förum við bara alveg í skítagallan og málum bara sjálfar ef það þarf, sko. Hvað sem er. Hvað sem er, það er þá væntanlega nóg að gera þegar maður tekur á sig hvað sem er. Það er nóg að gera og við erum bara erum alltaf þannig. Það er bara nóg verkefnum og var alveg vöntun fyrir bara aðra hönnunarstofu. Það er algjörlega að vera markað fyrir sig á svæðinu. Það er allavega eins og staðan hefur verið síðan við byrjum. Þórhallur, þú þekkir nú tímana tvenna í þessum bransa? Já, það er óhætt að segja það. Ég hef búin að vera í þessu, orðinn eldri en 2 vetur, get ég sagt. Ég útskrifaðist úr myndlistarskólanum 1995 og hef unnið við þetta bæði norðan og sunnan heiða. Núna í þó nokkur ár einn, en komin núna í þetta kombo eins og hefur komið fram, þá er þetta bara frábært og mikil inspirasjón og kraftur sem að losna úr læðingi hérna í sambýlinu. Þekkir að vinna á alls konar stofum, þekkir að vinna einn. Er þetta leiðin? Klárlega fyrir einyrkja að komast í eitthvað svona sambýli með öðrum sem eru í skapandi greinum því að það gefur inspirasjón, það er hætt við að daga bara hreinlega uppi faglega með því að vera einn. Hvernig myndir þú skilgreina þig sem hönnuð? Maður er ekki bara hönnuður, maður tekur að sér alls konar verkefni í þessum bransa. Í botn og grunn ég náttúrulega grafískur hönnuður og presentera mig sem slíkan. En tek að mér verkefni í víðasta skilningi þess orðs að vera grafískur hönnuður. Vefsíður, hreyfigrafík, hönnun hverskins prentgripa, vörumerki. Þú ert með stúdíó Vast. Hvaða verkefni er þú helst að fást við? Ég er að vinna líka sem grafískur hönnuður en svo 5 hérna af okkur, sem sagt ég er af 5 manna grafískur hönnum og ég er líka bara eins og margir er að vinna fyrir viðskiptavini, bara hanna útlit, ýmsu, logo, merkingar og ýmislegt og svo er ég að reyna að skapa eitthvað mitt í leiðinni. Þá er ég hef rosalega mikið áhuga af letur og listritun og ég er mjög mikið að teikna og svona skrifa og spá í tungumál, orð og ýmislegt svona. Þannig ég er bara að reyna að búa til eitthvað skemmtilegt úr því. Og eins og þetta dæmis núna að vinna mína eigin línu af tilefniskortum sem bara svona rosalega skemmtilegt verkefni. Og ég vona svo að ég fæ að setja þessar vörunar mína eða kortin í búðir. Einnig ég að skrifa og gesta bækur fyrir fólkið og hanna póstkort og ýmislegt svona
sem ég finnst rosalega gaman. Ég rosalega romantísk, þannig það kannski sést í letrinu og svona því sem ég að gera. Línuland, ertu til í að segja okkur aðeins hvað það er? Já, Línuland var það eiginlega bara til þegar ég kom inn á vinnustofunar. Og það var eiginlega bara svona Árni hérna. Hans þyrfti að vera eitthvað nafn og verið skemmtilegra og svona hálfpartinn kom með þessa hugmynd og við bara fórum bara svona, neldum það bara. Hver er svona þín helstu verkefni sem hönnuður? Ég er semst teiknarinn í húsinu, svona illustrator og er bara aðalega semst að teikna svona sérpantanir og svona nokkur verk sem að ég sjálf að gera og teka með svona einstaka verkefni í grafíkinni.